Hilmar, sigur hérna á móti Þrótti, bara hvernig líður þetta? Bara geggjað sko, þetta er samt svona smá blendar tilfinningar, þú veist, harðasti Þróttari landsins, Hinrik Harðar afmæli í dag, þú veist, ég vildi ekki eyðileggja daginn hans en það gerðist. Þú fá okkur að pillur það? Ég fæði örugglega eftir, niður. En bara aftur að leiknum, bara hvernig fannst þér þetta bara spilast, hvernig tilfinningin bara í leik? Þú veist, mér leið vel í uppbytun og svo mættum í leikinn, þeir unnu fyrst skallboltamanni, en svo bara mættum við þeim, fengum bara stemmingu til okkar og bara mér fannst þau aldrei missa hana sko. Kannski aðeins í seinni en ekkert eitthvað vesen sko. Og kannski svona sérstaklega eftir hérna 2 mínútna kafla sem þið náðu 2 marka fórust og kannski svona leið manni einhvern veginn aldrei eins og það væri að fara að vera annað en Fjölnir sigur? Nei, alls ekki sko, þú veist, þegar við skorum annað markið sérstaklega, þá leið mér bara eins og við vorum alltaf að vera að sigla heim sko. Bara hvernig finnst þið samt bara byrjunum á mótinu verið? Þetta kannski kemur bara einhvern veginn bara hver einasta mannsbarni sem fylgist með þessari deild á óvart allan þessi úrslit og þessi kannski frammistaða, hvernig finnst þér þetta farast á, hvað heldur þessi sigur geti gefið? Þú veist, við erum bara komnir gjörsamlega á botninn, núna er eina leiðin til að fara upp og við sýndum þetta að við eigum skilað að vera í þessari deild og þú veist, við eigum bara að geta gert miklu betur sko. Og við sýndum þetta að við erum tilbúin í það. Þór Akureyri næstu þetta, marga menn í meiðsli voru með 6 á bekknum í bikarnum í gær og þú veist bara að kannski hafa aðeins verið að fattast flugi, menn þið núna búin að vinna heldur að þið eigi kannski meiri sens en menn til að segja vona á í næsta leik heimavelli á móti Þórsara? 100%, við erum með hörku gott lið, við sáum þetta, 4-0 með Þrótt, það er á útivelli, það segir sér sjálft sko, við breykjum öll liðin sko. Við erum ekki búin að tapa neina leiknum að kannski hákuleiknum illa fannst mér og þannig við erum bara bullandi síðans. Það var svona svolítið langþráður sigur líka fyrir Fjölni. Ég held að þetta hafi verið bara með undirbúningstímabilinu ef ég er að fara með rétt mál, bara fyrsti sigur Fjölnis í 284 daga sem er býsna langur tími. Maður svona fann það á fólkinu þarna að það var helviti svona hungraði sigur. Heldur betur, við varum ekki bara að vinna, þú veist, ekki eins og æfingarleiki sko, síðan í sagði held ég júlí var síðast að vera Fjölnir vann leik í deild sko. Þannig að þetta var bara mjög langþrátt sko. En bara eins og segir, þetta var mikið búið að vera kannski ekki alveg umræðan sem menn vilja kannski í kringum Fjölnisliðið og búið að vera lélegt gengi, menn af hverju komið hérna á móti Þrótti og bara pakkið þeim saman sem eru hérna í 4. sæti og þau geta að fara í annað sæti með sigri? Það var bara svona ákveðin 0 punktur sem við náðum á móti Háka. Bara þurftum að finna eitthvað, prófum bara núna að spila boltana, bara að vera pínur bara djarfir skilur og það sýndi sig, þeir sundu spilaðu sko trekk í trekk. Þannig ég held að það hafi bara breyttar áherslur hafi skilað þessu sko. Svona eftir auðarspjaldi var eitthvað svona öðruvísi tilfinning sem fór þig þá eða varstu alveg svona kannski jafnslagur? Nei, eða þú veist, það var alveg svona, ég vissi ekki alveg af hverju fengi rautt spjald skilur, það veit ekki ennþá sko. En veist, mér leiði aldrei eitthvað umlega sko. Þeir voru ekki að skapa sér neitt, bara eitthvað svona reyna að fá úrslitssendingarnar frá miðju sko, þú veist, sem við dílum bara mjög vel við. Snert það eins og næsta leik á hann, Þór á heimavelli, bara hvernig þið núna leggst framhaldið í þér, 2 leikir og þá eru allir búin að spila mútið öllum, heldur þið verðið ekki í fallseti þá? Já, ég vísti því sko. Við erum bara núna komnir á vegferðinni byrjuð finnst mér og við ætlum bara að halda því áfram. Hilmir, takk fyrir gangvel.